Sjálfur Al Gore að koma til landsins núna í vikunni. Við skulum sjá bút úr myndin hans. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia 75 years ago and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro 30 years ago and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is... Gore sem sagt að koma til landsins. Gore merkilegur maður, sko. Það kannski enginn að neita því að ákveðin hlýnun á sér stað vegna loftslagsáhrifa. Hins vegar þessi trailer að myndinni, já, margir segja að hann sé fullur af vitleysu. Bara þetta stutta myndskeið, Glúmur Jón Björnsson hérna. Þú hefur nú verið í hópi, sennilega í hópi þeirra manna sem kallast afneitunasinnar núna. Menn ekki efasemdamenn lengur, þetta eru afneitunasinnar. En hvaða vitleysur eru þarna í þessu? Já, náttúrulega uppleggið í þessari mynd náttúrulega hræðslu áróður. Og þú veist, við sáum það bara í þessum stutta trailer að það bara elskari börnin og við höfum svikið jörðina og hann ber gróðurhúsaáhrifin og ógnina sem að þeim stafa saman við nasismann og þá var hann væntanlega Churchill sem varaði við honum og þetta allt eftir þessu og hann segir að óbreyttur lífstíll okkar muni leiða okkur til glötunar. Maðurinn sem býr sjálfur í 3 glæsuhúsum og ferðast á einkaþotum með þennan fyrirlestur sem að myndin byggir á og mér skilst að koma hingað til hans í vikunni með. Já, það er þetta merkilegt að hann byggði glæsihús í San Francisco Bay sem er samkvæmt honum langt undir sjávarmáli bara eftir stuttan tíma. Já, það er alls staðar í heiminum vinsælast núna að byggja með frá ströndinni sem að hann segir að sjávarmáli eftir að hækka 6-12 metra næstu 100 árum. Já, en hvað förum bara í þennan trailer, hvað er vitlaust í þessu? Já, sko, hann leggur mikið upp úr því að þessi mál sé svona scientific consensus eða svona vísindarlegur kórsöngur eða samhljómur. Já. En leið þá eyðir það miklu púðri í að gera þá tortryggilega sem að efast þessi mál eða vilja halda umræðinu beinlínis gangandi þau. Vegna þess að það er svona hálfgerð krafa frá þeim sem að eru þessari skoðunar að maðurinn beri fulla ábyrgð á því að það við hugsanlega hlýnað hérna 0,5 gráðu síðustu öldina. Já. Það er mjög krafa frá þeim um að menn efist ekki þetta. Já, já. Hann til dæmis birti síðan lista yfir bæði myndin og bókinni sem hann gefur út yfir þau ríki sem hafa staðfest Kyoto-sáttmálann sem svona viðleitni til þess að takast á við þetta vandamál. Já. Og það eru bara 2 ríki af þessum 160 sem að staðfestuna ekki í Bandaríkin og Ástralía. Já. Og það eru vonduríkin og svo eru góðuríkin hinn. En
Bandaríkin hafa ekkert aukið útblástur gróðurhúsalofttegunda meira til dæmis heldur en gömlu Evrópusambandsríkin Nei. að undanförnu. Sem sagt, menn eru það er reyndar eitt sem er merkilegt í þessu að menn eru sem sagt að tala þetta sem mikið vandamál, það er enginn að hegða sér eins og þetta sem mikið vandamál. Nei, menn eru tilbúin til að fara á ráðstefnur og skrifa undir samningum að gera eitthvað í þessu. En það er enginn að gera neitt í þessu og ræður enginn við þetta. Nei. En það erum við að tala sko að til þess að hemja þennan útblástur þá erum við að tala að breyta 90% af orkunotkun mannsins. 90% kemur úr olíu og kolum og gasi. Já. Og það er bara ekkert í sjónmáli sem að bendir til þess að við séum að fara að breyta því. Það getur auðvitað komið eitt góðan veðurdag og auðvitað vona það allir að það muni koma samkeppni í þessu orkumál meira en í dag en það er ekkert sem bendir til þess. En við erum að tala til dæmis að Kína og Indland eru náttúrulega að auka sinn útblástur alveg gríðarlega. Já, þau eru með nafni sitt undir Kyoto-sáttmálanum en þurfa ekki að standa við neina skuldbindingar þetta. Geta hafa alveg frítt spil. Já. En nú voru til dæmis í þessum trailer eru sko bara vittleysur eins og til dæmis það að sjávarborð muni hækka 20 fet. Já, hann segir að sjávarborð muni hækka 20 fet sko ef Grænlandsísinn bráðnar og 20 fet í viðbót eða 60 metra ef að hluta af suðurskautinu bráðnar. Já. Og hann sem að leggur sjálfur svo mikið upp úr því að sé vísindalega samstöðu um þessi mál. Þetta er ekki það sem að sko skýrsla Sameinuðu þjóðanna þessi mál er að segja. Þetta er bara rangt? Já, þetta er bara ekki líklegt að mati þessara vísindanefnda Sameinuðu þjóðanna sem hann vísar hvað mest í. Og sama má segja sko, hann sýnir í myndinni sinni að Golfstraumurinn muni stöðvast og allt það. Já. Og það er eitt af því sem er talið mjög ólíklegt í einmitt skýrslu vísindanefndarinnar. Þannig að þetta er bara hræðsluáróður? Já, auðvitað er þetta það. Mér finnst þetta merkilegt það því að sko, það stendur truth, en myndin heitir eiginlega truth, þetta er sannleikur. Ég er að segja ykkur sannleika, en það er eins og málstaðurinn sé þannig að það megi sem sagt nota öll brögð í þá hans, líka það að segja ósatt. Já, ég veit ekki, þetta er sko umhverfisverndar iðnaðurinn er náttúrulega orðið svolítið svona sérstakur með þetta að þetta gengur orðið svo mikið út á það að selja einhverju fólki einhverja svona sjálfstyrkingu og sáluhjálp. Já. Og ég held að þetta sé partur af því sko að, þú veist, menn mæta á fyrirlestra hjá Al Gore og finnst þeim líða betur á eftir að vera búin að fást með yfirhalningu sko. Þetta er svolítið þetta er svolítið biblíulegt sko, við höfum syndgað og nú þurfum við að gera yfirbót. Akkurat. En það er til dæmis fleiri í þessu eins og til dæmis varðandi ísbirnina, að ísbirnir séu hættu. Já, það er bara eitt af því sem maður heyrir sko eitt annan daginn og annað hitt sko. Það er bara mjög umdeilt og hvernig á að telja þetta og öll þessi máli eru þannig. Já. En hvað með hlýnunina? Eru ekki að verða merkjanlega hlýnun? Já, eitt af þeim gröfum sem hann sýnir í myndinni sinni er svonefnt íshokkíkirkjugraf. Hokkíkirkju, það kemur svona og svo upp. Já, svo bara beint upp. Þetta eru 1000 ára hittasaga Norðurhvelsjarðar og hún er bara sýnd, hafi ekkert gerst í 900 ár. Svo fór maðurinn að brenna jarðefnaeldsneyti og þá skýst hitinu. En sko upphaflega grafið sem var strax mjög umdeilt, það var þó með allskyns sko fyrirvara og það voru óvissu línur sem fylgdu. En þarna er búið að henda því öllu út og eins og við vitum á norðurhveli jarðar þá var hér hlýskeið sko eftir að Ísland byggðist, eftir að menn námu land hér og svo var hér lítil ísöld. Það er hugsanlegt að þá hafi verið hlýrra en hefur verið nú. Já, sennilega hefur verið hlýrra þannig í upphafi fyrir 1000 árum heldur en núna. Já. Og svo verður kólnun á miðöldum. Aha. Og það er ekki nema 150 ár síðan við komum út úr þessari litlu ísöld og ekki nema 11.000 ár síðan við komum út úr síðustu ísöld. Já. Og þegar menn eru að skoða svona breytingar eins og hann sýnir Kilimanjaro fjallið, þetta er bara þróun sem er búin að eiga sér stað frá síðustu ísöld að ísinn er að hverfa af fjallinu. Já. En þessi hokkíkilva, en hún gerir, sko, svo náttúrulega hitabreytingar líka innan þessar síðustu aldar. Já, mjög hlýtt í kringum 1930 og svo er mjög kalt þegar við erum litli drengir þá og kalt á Íslandi. Já, það er bara svona frá 1950 til 70 þá er kólnun. Já. Og hún á sér stað ekki bara hér heldur allstaðar, eða víðast hvar. En eru þá einhverjar fleiri breytur sem að... Það voru einhverjir menn sem hefðu áhyggjur af því að við værum að kæla jörðina með iðnríki á þeim tíma, sko. En eru þá fleiri breytur í þessu en CO2?
Já, auðvitað, ég meina, þú veist, þetta þú veist, Al Gore vill líta þannig á að það sé bara hiti og CO2, það sé bara beint samband og samhengi þar á milli. En auðvitað, þú veist, ég meina, sólin og hafstraumar og önnur starfsemi mannsins, við erum náttúrulega að hafa miklu meir áhrif á jörðina heldur en bara blása út þessum CO2, við erum að höggva skóga og breyta landnotkun og allt þetta. Já, þetta hefur allt áhrif, ég meina. Byggja stóra borgir. Já. Og þannig talað þessar borgir hafi nú líka áhrif á hitamælingarnar, sko. Þetta engin smá hiti sem safnast í malbygg og hús, stundum kallað íbúðarhús áhrifin á hitamælingar. Við höfum víst ekki meiri tími en það er sjálfsagt að segja það að Gore kemur hérna og sem sagt mjög líklegt að eitthvað sé til í þessum fræðum að þau eru stórlega ýkt. Já, það er alveg. Er hann hugsanlega það sem er kallað charlatan? Ég velti því fyrir mér. Þakka Endrik Glúmur. Þið búið í dag.